Komið sæl. Staðarskáli heiti ég og veitingaskáli fyrir botni Hrútafjarðar, rétt vestan við Hrútafjarðar á og var tekin í notkun árið 2008. Ég tók við hlutverki eldri skála sem bar sama nafn og stendur við bæinn Stað rétt austan Hrútafjarðar ár. Til að upplýsa ykkur örlítið söguna þá voru fyrstu olíutankarnir settir upp við bæinn Stað árið 1929. Miðja öldina var settur upp við bensínsöluna lítill skúr fyrir sælgæti og gosdrykki. Gamli staðarskáli, eins og ég kalla hann, var svo formlega stofnaður 9. júní 1960 af hjónunum Magnúsi Gíslasyni og Báru Guðmundsdóttur ásamt Eiríki bróður Magnúsar. Skálinn var landsþekktur, enda í alfara leið milli Norðurlands og Suðurlands. Hann var bækistöð flutningabíla og við komum staður norðurleiðar rétt eins og ég er. Árið 2008 byggði svo vegagerði nýja brú nokkru neðar þar sem Síkáin, Hrútafjarðaráin og Seláin koma saman. Þá var ég byggður vestast í landi Staðar. Skáldi Þórarinn Eldjárn gerði mig ódauðlegan með ljóðinu sínu Staðarskáli er Ísland. Mikið var ég ánægður með það ljóð. Hann sagði að ég væri miklu meira en þjóðvegasjoppa með salernum og tilburðum til matargerðar. Hér er ég með tilvísun í ljóðið fyrir ykkur. Staðarskáli er menningarlegt og sálfræðilegt fyrirbæri á vissan hátt smækkuð mynd af Íslandi og spegill samfélagsins. Hann sagði að ljóðið væri fyrst og fremst stemningsljóð frá mér en hann teldi mig vera einn íslenskasta stað sem til væri. Að hjá mér blandaði saman sveitastemming og borgarfólk sem rennur hjá. Í dag er það enn einn sem sér mig eða nánar tiltekið hann Ólafur Ragnar, stöðvarstjóri minn sem byrjaði fyrir akkurat 1 ári. Ég er fæddur í Vestmannaeyjum en hef alla mína ævi búið í Reykjavík. Ég er náttúrulega matreiðslumaður að mennt og hef verið svona færa meiri kannski út í rekstrarhlutann. Ég tók við hérna í fyrra. Sérst er búin að vera í ár núna, nákvæmlega liggum við upp á dag og þetta er náttúrulega stórkostlega skemmtilegum staður að vera á. Mikið að vera, náttúrulega alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi, eins og fólk er bara alltaf öðruvísi. Og þú býr nú hérna einhvers staðar annars? Já, býr hérna í Smáragili, bara 2 mínútur í vinnuna, mjög hentugt. Já, ég er með 2 dætur og 2 tengdasyn og 2 barnabörn heima hjá mér. Einstæða fáið með þetta. Það er bara æðislegt. Smjörbrauðskonan mætir alltaf 7 og bakar allt hérna á morgnana og þannig að þegar við opnum klukkan 8 þá er alltaf nýbakað og eins og sjáðu það eru ostapungar. Fólk stoppar hérna og bara til að fá sér ostapunginn. Og hvernig er svona koma í vinnuna og það bara tilbúið bara nýjir ostapungar? Þetta er náttúrulega freistandi á morgnana að fá sér nýjan ostapung alltaf en maður sleppir því. Það er ekki alveg búið á hverjum morgni. Maður má leyfa sér stundum það er allt í lagi. En varstu mikið að ferðast landið eða? Nei. Nei. Þannig að þú hefur mikið komið ykkar fyrir Nei, ég er mikið borgarbarn Okay. Það má eiginlega segja það. Okay. En hvernig finnst þér þá að vera hér eftir að búa? Veistu það, mér hefur bara aldrei liðið jafn vel á ævinni held ég. Og þess að vera hérna. Bara kyrrðin og róin. En það er náttúrulega, að vera að búa hérna, kyrrðin og róin skilur við. Svo getur maður bara sótt í Reykjavík, þetta er ekki nema klukkutíma 40 mínútur, 2 tímar að keyra þetta. En svo náttúrulega, það er ekkert kyrrð og ró hérna yfir sumarið Nei. Þetta er bara endalaust, alveg frá morgni og til 11:30 kvöldinu yfir sumar. Það er bara endalaust á fólki. Sér á góðum degi þá geta verið að fara hérna í gegnum skálan yfir 10.000 manns. Þetta er náttúrulega, við erum mitt á milli Reykjavíkur og Akureyri, þannig að þetta eru rútur sem eru að stoppa með túristum og svo náttúrulega Íslendingar bara á ferðinni. Það er bara eins og maður segir, það var í sumar fundur mikið fyrir því að Íslendingar væri að ferðast og væntanlega verður næsta sumar ennþá stærra.
Það hafa oft komið fyrir að það eru einhverjir 15 til 17 trukkar hérna úti yfir nótt. Af því að það er náttúrulega lokuð heiðin. Þá eru þeir bara hérna í rólegheitunum, borða bara hjá okkur og leggja sig út í bílinn nóttina og svo koma þeir inn á morgnana og fá sér morgunkaffið og ástamóngin örugglega. Það er að leyfa sér. Já, þeir leyfa sér aðeins. Þeir eru bara með sitt eigið rými og þar sem að þeir eru með svona sitt næði bara, geta sest niður og hlusta á fréttir, horft á sjónvarpið, fengið sér að borða, fengið sér kaffibollan. Náttúrulega mikið álægum og sérstaklega að fara hérna á milli á veturnar í öllum veðrum, sko. Þetta er náttúrulega ekkert grín, sko. Maður dáist alveg að þessum mönnum, sko. Mjólkurbílstjórinn Davíð Örn kemur til mér reglulega í smá pásu frá keyslunni milli Selfoss og Akureyrar eins og svo margir góðir trukkabílstjórar gera. Já, hérna stoppa ég nú aðalega svona þegar maður er að borða. Ég er búinn að vera að koma hérna, eiginlega bara verið ég á lítill. Pabbi minn vann við að keyra, komum alltaf við gamla skálanum. Og ég var alltaf farþegi á honum, hekk að sofa í kojunni þegar enginn var að horfa til og sá nokkra netti þar og kom alltaf við staðaskóla, var að keyra á póstinum og fleiri. Síðan er ég sjálfur búinn að vera að keyra síðan 2008 og komið mikið hérna síðastliðin 2 ár síðan ég byrjaði í Mjólkursamstundinni. Það er alltaf gott að koma hérna við. Þægilegt andrúmsloft, oftast góður matur og gott að koma hérna við vondum veðrum. En það er aðeins að stoppa og núllstilla sig. Ég myndi segja ég stoppi hérna meðaltali 4 sinnum í viku. Það kemur svona alveg fyrir að flestar vikur eru það alla daga í hádeginu. En sem kemur alveg fyrir að maður keyrir framhjá eða er einhver tímapressa eða maður er að fara vill borða einhvers annar stað. En það er ekki oft. Ég byrja daginn oftast á Selfossi, keyri þaðan til Reykjavíkur og skipti þar hluti í vagninni hjá mér og held síðan áfram hingað. Og síðan heldur bíllinn sem ég kem áfram á Akureyri. Við skiptum bíla hérna, ég fer tilbaka aftur núna og hann fer aftur heim til sín. En síðan alltaf einu sinni í viku þá fer ég alla leið til Akureyrar og losum þar. Við erum bara svona að flytja dót sem Mjólkursamstundin framleiðir á milli landshorna. Sumum finnst þetta ógulega framandi. Já, það. Við mögum endilega kíkja inn eða þið viljið. Já. Reglan er svo sko að maður keyrir aldrei í skónum. Af hverju? Þá getur maður haft snirtilegt inni hjá sér. Og skilurðu skóna stöðum? Já. What? Er þetta eitthvað svona bílstjóraregla? Það eru margir sem gera þetta. Við gerum þetta á þessum bílum. What? Það eru ekki allir sem gera þetta. Þetta er alveg kostum við það að við erum ekkert mikið að stoppa og fara út úr bílunum eða bara þegar við erum að skipta bíla þegar við erum komnir á áfangastað. En þá verðum við að vera í flottum sokkum. Þá líka verðum við alltaf verið í sikkurum sokkunum. Af hverju? Af því að lífið er of stutt fyrir samstæða sokka. Jóna hefur unnið hjá mér heillengi og við erum orðin mjög góðir vinir. Hún býr til frægu ástarpungana mína, meðal annars. Nú er ég hér í ástarpungana, sem er okkar eiginlega svona vinsælasta bakkelsi og hefur verið gegnum öll árin. Já, kaffi og ástarpungur í Staðarskála, það er eitthvað svona sem er alveg sérstakt fyrir suma. Þetta er náttúrulega kallaði gamli nafli alheimsins, því að þetta voru náttúrulega tengi gatnamótin við Vestfirði og hérna Norðurland, þannig að hérna voru krossgöturnar. Þannig að hérna stoppuðu trukkarnir og allt fólki sem var þurft að fara á milli landshluta. Þannig að þetta er einhvern veginn bara gömul hefð sem bara er skemmtileg. Herru, skellum okkur í punga. Já. Nú ætlum ég að steikja á. Það er víst eina leiðin til þessi 7 ætir. Það er að steikja á. Þetta er alveg áratuga gömul uppskrift. Kannski mögulega er þetta vinsælt af því að þetta er eitthvað svona sem ekki margir nenna að baka heima. Þetta er mjög einfalt. Ég meina, þetta er ekkert miklu flóknara en að gera bananabrauð. Það kunni þannig flestir. Þetta eru svipur hráefni. Ég flyt hingað fyrir, 20 árum rúmlega.
og tekur sauðfjárbúi, eða kaupir sauðfjárbúi hérna. Okkur langaði að flytja í sveit og kaupa jörð og fara að búa. Það er náttúrulega þegar maður er sauðfjárbóndi þá þarf maður að vinna með og það sem er náttúrulega hentugt fyrir mig, ég bý náttúrulega bara hérna 3 kilometra frá, stutt í vinnuna. Þannig að það er óneitanlega þægilegt ef maður býr út í sveit að þurfa ekki að keyra kannski hálftíma, klukkutíma til þess að sækja vinnu. Já, svo náttúrulega líka bara komast aðeins út á heimilinu í að hitta annað fólk og við erum ekki alltaf bara innan rollur og kallinn eins og maður segir. Þetta er svona, já, þetta er svona menningalegs eðlis líka. Það er bara, maður þarf félagslíf og svona bara, já, gaman að hitta fólk. Þetta er svona, eins og maður segir, þetta er notalegt og heimilislegt. Maður reynir að hafa það þannig. Maður veit það bara sjálfur, það þarf að vera þjónustulund til þess að haldir fólki ánægðu svo þú fáir það inn aftur. Og það er það sem maður reynir að gera. Eins og þetta, maður má ekki breyta þessari uppskriftu, það er því allt brjálað. Ég man nú eftir einu atriði sem var svolítið spes hérna nokkrum ára síðan. Þá byrjaði að snjóa hérna seinni part dags og gerði alveg skelfilegt veður. Og þá var í skálanum sjálfsagt 200 manns viðurtækt. Og það var þó nokkuð vesen í kringum það að koma fólkinu fyrir. Því það átti ekkert að lagast veðrið fyrir daginn eftir. En þetta tókst nú allt saman. Þar á meðal var opnað skólinn á Borðeyri. Hann hefur ekki verið starfrækturinn í nokkur ár og hann var opnaður. Þar gistu einhverjir íþróttahópar og þetta var svona svolítið spes. Þá sýndi sig svona svolítið hvað þetta svona getur og verið hálfgerð neyðarstöð ef út í það er farið. Maður sér það á háanna tímum að það leyfir ekkert af plássinu í skálanum niður frá. Það er alveg rosalega mikið að gera og margir bílar og til dæmis þegar ég sett upp þessar hleðslustöðvar, mér fannst þetta voða skrítið. Þegar ég byrjaði að setja upp þessar hleðslustöðvar, en svo sér maður bara hvað þetta er mikið notað núna. Það er alveg bara, þetta er bara þróunin. Stoppaði þetta sem fá mér að borða og svo erum við hjónin á rafbíl og það stingum við í samband á meðan við borðum. Það er kannski svona 20 mínútur hálftími og skjótum inn á bílinn eitthvað 150 km og svo höldum við bara áfram. Þetta er mjög vel á þessu staði hérna. Þeir eru með 10 stöðvar, ég hef aldrei lent í að bíða. Og það er dálítið áhugavert að gera þessa tilraun núna í vetur, sjá hvernig þetta gengur að hlaða á miðri leið. Við vísu erum á bíl sem kæmist suður, en það er miklu öruggara að taka smá rafmagn hérna og vera alveg öruggur ef maður stoppar eitthvað gerist, þá gott að eiga nóg. En við erum að gera þessa tilraun, þeir eru að standa sér rosalega vel í þessu hjá henni. Svo er bara já, góða minningar á Staðarskóla, bæði gamla Staðarskóla. Við náttúrulega stoppum, við sem búum út á landi, við stoppum mjög oft í Staðarskóla. Og þetta í gamla daga þá stundum lentum maður í að gista í Staðarskóla ef það var vont veður. Já, ef heiðin var lokuð og allt ófært þá var alveg komið fyrir. Svo var bara einhver andi svona í gamla Staðarskóla sem var dálítið spes. Þeir áttu þetta bræðurnir og þetta var svona dálítið heimilislegt. En nýi Staðarskáli hefur líka sinn sjarma. Þó hann sé aðeins öðruvísi. Það var reyndar svolítið fyndið sem kom fyrir daginn. Það var útlendingur sem mætti hérna, ætlaði að fara að taka olíu á bílinn. Svo kemur hann inn alveg steinhissa. Það bara virkar ekkert, það kemur ekkert úr dælunni. Við náttúrulega, hvernig stendur það því að kom ekkert úr dælunni? En það kemur ekkert úr dælunni.
Og ég segi hann að ég þurfi nú bara að fara að koma með honum út að kíkja á þetta og labba með honum út. Þá var hann með hann á rafleiðslustöðinni hjá okkur. Það kom engin olía út. Þannig hann skildi ekkert í þessu. Skiljanlega. Já. Já, þetta hann Eyvi. Eyvi skefur heiðina fyrir vegagerðina á hverju morgni þegar þess þarf og leggur af stað ekki seinna en 5:30 á morgnana og gerir það að verkum að fólk kemst til og frá. Venjulegur dagur byrjar klukkan 5:30 á morgnana. Þá fer ég yfir og met stöðu þegar eitthvað að vera, hætta á hálku eða snjó uppi. Þá ég sendur fyrstur á staðinn, annars fara eftirlitsmenn frá vegagerðinni á Hvammstanga upp og kanna aðstæður ef þetta eitthvað svona á grensunni. Og ég þarf að hálkuverja ef einhver hættulegi hálkublettir eru. Sveitarómantíkin bara dásamlega. og ég tala nú ekki vorin yndislegasti tími ársins. Ég kem hérna á veturnar þegar ég er að vinna uppi, þá kem ég hérna morgun í kaffisopa, mjög ljúfan og svo fæ ég mig borða þegar mikið liggur við. Það Ástabung. Já, hann dásamlegur. Þetta bara yndislegt svæði og það er merkilega við að fólk sem kemur hingað sest hér að kaupi sér jarðir, að það rómar að vera hérna í firðinu. Þetta eru mjög góðir nágrannar hér á öllum bæjum, það er allir að hjálpa hvor öðrum ef eitthvað kemur upp á, boðnir og búnir til þess. Og svo bara rómantíkin allsráðandi hérna á hverjum bæ sýnist mér. Það var fyrir svona fyrstu árum minnum, þá var ég að moka Hæðarselsbrekkuna, það brött brekka hérna sunnan í heiðinni, andstyggileg, á góðviðristegi og það var komnir snjóruðningar, sitthvors megin vegar. Og þegar ég kem upp brekkuna morgunin og sólina kom upp, þá bíll komin út fyrir veg, bara efst í brekkunni. Svo ég skrúfa niður og segi við manninn, hvað ert þú að gera þarna á góðviðristegi? Og þá segir hann, ég fipaðist. Og ég fór nú eitthvað að hugsa svo að þetta nú örugglega einhver gæi sem eitthvað vafasamur. En ég ákvað að hjálpa honum og hann segir ef þú dregum upp þá skal ég gera þig góðverk. Og ég segi það náttúrulega engin spurning. Og ég dró bílinn upp og þegar áður en við skildum þá fór hann inn í bíl til sín, kom með stóran brúnan poka og sagði, drektu þetta þegar þú kemur heim í kvöld. Og ég hafði pokan með mér og hugsaði svo, það væri dásamlegt að fá sér aðeins í tána í kvöld. Þegar ég kom heim þá tók ég flöskun úr pokanum og sett á borðið og horfði á flöskuna smá stund og hugsaði svo, hvað ætli þetta sé áfengi? Nei, þetta var eitthvað svona berjavín, 0%. Ég lét það ógert að drekka það. Staðarskáli Ísland, einhver þétting í andrúmslofti veldur þeirri staðreind. Það eins og mikið safngler sogi í sjóðandi brennidepil, alla geisla inn í þessa miðstöð mannaferða. Mekka þeirra sem á landi trúa. Í skurðpunkti þessum skerast alla línur og skýrt þar í einni sjónhendingu hvernig okkar líf í þessu landi lifað og í raun og sanni varið. Ísland sem dauðadrykki kaffi, dagað upp í hálfum bollum, börn mæna á kassa Rauðakrossins, kúreka húsgögn bæsuð, fitug, músík, koktelsósar, lötufylli af frænkum á ferð í strettsbuxum og lopapeysum. Úr sjálfsalega hægt að hringja í bæinn. Halló, segir einhver, hvernig gengur? Sjoppan með kort og kalda drykki, kokkurinn steikir pöntun númer 13, svo kemur norðurlaugarrútan rauða, rennur í hlaðið, aðrir bílar fara, nú má heyra ræstan díseldreka, dreifbílinu óþreytandi að sinna. Hér vil ég una ævi minnar daga, innst í skoti, bíða veitingarna, átekta og halla mýmis höfði, hófarundi flatt og nema allt þetta.
Já, við erum hérna í Staðarskála og með þennan markað sem við sjáum hérna og erum hérna svona nokkra daga alltaf fyrir jólin. Þau eru svo elskuleg að taka hérna mót okkur í Staðarskála og við fáum að vera okkur til gleði og gamans með þetta. Það hér kemur fullt af fólki og alltaf koma einhverjir sem að koma og spjalla og skoða og kannski kaupa. Það er svona aukaatriði. Hérna er svona alveg alls konar prjónles, sokkar og vettlingar, mikið af fallegum barnafötum, peysur, lopapeysur og svo erum við með mikið af sultum og brauði og nammi og jólapappír og sem við tókum hjá tíundubekkingum í skólanum sem er að safna sér fyrir einhver ferðalagi. Það erum að selja fyrir þau. Svo er ég með hérna alls konar, ég er með bara gærur og lambsgærur og púða og bara eitt og annað, þvottapoka sem eru rosalega vinsælir. Þetta er bara konur hérna á sveitinni og bæði sem búa hér og eru burtfluttar og svo er hérna ungar stúlkur sem að prjóna öll þessi barnaföt hérna. Sitja bara við þetta og hérna prjóna og svo koma þær með það á markaðinn. Bara flestir sem koma hérna inn í skálan að þeir rölta hérna við og það er voða vinsælt að koma og skoða meðan að vera að elda matinn. Svo fara þeir að fá sér að borða og svo koma þeir á eftir, það er búin að hugsa, koma þeir og versla. Sjá alltaf eitthvað fallegt. Já. Ég var að smakka. Já, gjörðu svo vel. Þetta er svona má ekki segja þetta, konjasbata rabarbaralauk. Jú, mátt segja þetta. Og þetta selst alltaf upp, sko. Það er maður að taka mikið, ég veit. Ertu að keyra það? Já, ég er að keyra það. Það er mikið konjak. Nú erum við á stressu, sko.